Namnet Jesu fagra namnet Jesu fyrir namnet Jesu á ég líf í dag. Látlaust vil ég lofa nafni Jesu, lausn og frelsi veitir þetta nafn frá synd. Meðan fjöldans nafnu fölna, munið fara nafn hans hljóma, og það lýsir mönnum leiðum ógreið fjöld. Það leiðin sem við ferðumst yfir öll. Nafni Jesu fagra namni Jesu fyrir namni Jesu á ég líf í dag. Innan skamms mun opnast perlu hliðið, inn ég geng og lít hans aulit undurblík. Hann sem Kristur Jesú kallast, komu hans ég þá mun minnast, á Golgata hann gaf upp andann sinn, svo að gætum ég og þú séð himininn. Nafni Jesu fagra namni Jesu fyrir namni Jesu á ég líf í dag. Nafni Jesu fagra namni Jesu fyrir namni Jesu á ég líf í dag. Innan skamms mun opnast perlur hliðið, inn ég geng og lít hans aulit undurblík. Hann sem Kristur Jesú kallast, komu hans ég þá mun minnast, á Golgata hann gaf upp andann sinn, svo að gætum ég og þú séð himininn. Nafni Jesu fagra namni
Halleluja. Ég þakka þér drottni fyrir nafnið þitt. Ég þakka þér fyrir að þú gafst okkur líf, heilagi Faðir. Halleluja, Jesus. Halleluja, halleluja. Ó, takk, Jesus. Ó, takk, Jesus. Sem hæstur þakkir, honum heiður ber, já þakkir því að hann gaf Jesú Krist sinn son. Þakkir þeim sem heilagi Faðir, hver þú ert. Takk fyrir nærveru þína hér í dag, heilagi Faðir. Ó, Jesús. Halleluja. Takk, Jesús.
Syngjum þetta einu sinni enn saman. Ég vil dvelja í skugga vængja þinna. Ég vil þiggja þann frið færir þú. Nóttin kemur en ég mun ekki hræðast. Ég dvel í skugga vængja þinna. Í skugga Undir vængjum hans má ég hælis leita, trúfesti hans skjöldur minn. Örvar fljúga en ég mun ekki hræðast, ég dvel í skugga vængja þinna. Í skugga Syngjum þetta einu sinni í skugga vængja þinna og leyfum Guði að vinna í okkur í dag. Halleluja. Í skugga vængja þinna. Í skugga Hallelujah.
Jesús, að vera með skuggavængja þinn. Takk, Jesús, að þú verndar okkur, Drottinn. Þú ert aldrei langt undan, Drottinn. Þú ert hér mitt og meðal. Halleluja. Þú umvefur okkur með kærleika þínum, Jesús. Halleluja, Jesús. Ó, takk, Jesús. Takk fyrir að vera dóttir þín. Takk fyrir að vera barnið þitt. Takk, Jesús, fyrir allt sem þú gert fyrir okkur hér í dag. Takk, Jesús, hvað þú vilt bara gera fyrir okkur. Megum við vera með opið hjörtu fyrir því sem vilt tala til okkur í dag. Opið fyrir því sem að þú vilt segja við okkur í dag. Takk, Jesús. Takk fyrir að vera í skuggavængja þinna. Halleluja. Ó, Jesús. Takk, Jesús. Amen. Amen. Já. Yeah. I'm going to introduce you. Uppreist. Okay, við erum með ekki gest, heldur einn bróður okkar úr kirkjunni hérna, kveikir hérna neðan á, like that. Hann Kelvin, hann búinn að vera hérna nokkur ár og ég man að hann kom hérna með konuna sína 2012 til að taka skírn og nú hún í Pólandi reyndar en hann sem sagt hefur tekið þátt í unglingastarfinu hérna og hann hefur verið unglingapastor út í Pólandi og hann hefur talað Guðs orð áður og ég bauð honum að tala hér í dag og ég hlakka til að heyra hvað hann hefur við okkur að segja. Kelvin, your last name, you have to say it yourself. Kelvin Champon. Yeah. Okay, please. All right. Hallelujah. I'm very happy to be in front of you today to share the word of God. Já, það gleði fyrir mig að standa hér og miðla orðið Guðs. The Bible says where 2 or 3 are gathered, he's here in our midst. Og Biblían segir hvar sem 2 eða 3 koma saman, þar hann mitt á meðal okkar. I hope God is treating you well. Og ég vona að Guð hafi farið vel með ykkur. Because he's treating me well too. Vegna þess að hann fer vel með mig líka. Before we start, I would like us to do a little exercise. Áður við byrjum, þá langar mig að gera smá æfingu. I would like everybody to stand up. Mér langar að við stöndum öll upp. If you can't, don't worry. Ef þú getur það ekki hafa áhyggjur. And I'm going to sing a song. Og ég ætla að syngja söng. And whilst I sing, meðan ég syng, I want you to greet one or two persons. Að þá langar mig til þess að þið takið í hendina á einum eða tveimur. And ask the person how he or she is doing. And ask the person how he or she is doing. Já, og spurja hvernig líður þér. My friend, are we ready? Ertu tilbúin? Okay. We are together again, just praising the Lord. We are together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is to come. We are together again, just praising the Lord. Thank you so much. You can sit down, please. Já, takk kærlega og þið megið setjast niður. Okay, thank you.
I have a special message for you today. Ég er með sérstanga boðskap fyrir okkur í dag The title of my message is Are You Listening? og yfirskriftin er þessi, ertu að hlusta? Last month, the man of God came to talk about whether we have God's attention. Þegar Guðsmaðurinn kom hérna fyrir nokkrum sundum og spurði hvort að Guð hefði athygli okkar And I am here to ask you whether you are listening. og ég er hér til að spyrja þig hvort þú sért að hlusta. To be honest, it's not a question we like people to ask us. Þetta er ekki spurning sem okkur líkar að fólki alltaf spyrja okkur. Especially if you're a man and your wife asks you whether you are listening. And Sérstaklega ekki að þú ert karlmaður og konan er að spyrja hvort þú sért að hlusta. we don't like it because we know we are not listening. Okkur líkar það ekki að því við vitum að við erum ekki að hlusta. And then we don't want to admit that we are caught. Og við viljum ekki kannski viðurkenna að við erum staðnir að verki. God's word message comes to us today that everyone should be quick to listen but slow to speak. Og Guðs segir að við ættum að vera fljót til að hlusta en sein til að tala. And I know that sometimes when we go to the hospital and the doctor prescribes some medicine to us, we'll listen carefully and then take that medicine. Og stundum þegar við fyrir til læknis að þá hlustum við gaumgæfilega á það sem læknirinn segir og svo förum við heim og tökum meðalinn. Because we want to feel better. Vegna þess að okkur langar að líða betur. So today I'm asking you whether you are listening to the word of God. Svo ég spyr þig í dag, ert að hlusta á orð Guðs? Proverbs chapter 18 verses 2. 18:2 í orðskviðunum. It says, a fool finds no pleasure in understanding. Heimskingin hann, við skulum sjá hvernig þetta hljómar á íslenskunni, 18:2 orðskviðirnir 18 annað vers. Heimskingin hefur enga mætur á hyggjendum, heldur á því að gera kunnar hugsanir sínar. Amen. Amen. So our sinful nature finds no pleasure in understanding. Svo okkar synduga eðli fær enga, eða sem sagt finnur sig ekki í hyggjendum. Because we delight in airing our own opinions sometimes. Vegna þess að oft viljum við bara koma okkar eigin áliti að. Listening is a form of love. Og Listening is a form of love. að hlusta, það er að sýna kærleika. By listening, we put our agenda aside. Og með því að hlusta þá setjum við okkar til hliðar. We take a break from what we are doing. Við sem sagt tökum okkur hvíld frá því sem við erum að gera. And then we put our selflessness and then exhibit our humility. Og við leggjum til hliðar okkar sjálfselsku og sem sagt bjóðum fram okkar auðmýkt. Listening shows that you care. Og að hlusta það sýnir að þú í raun og veru berð umhyggju. That you share what this person is experiencing. Að þú tekur þátt í því sem þessi persóna er að upplifa. Not listening to somebody means that this person does not count. Að vilja ekki hlusta á einhvern þýðir að þú í raun og veru segir þessi persóna skiptir mig engu máli. So today I'm asking you whether you are listening. Svo að ég spyr þig, ertu að hlusta? Is there a time that God never listens to us? Er það tími að Guð vill aldrei hlusta á okkur? Yes, when our sins are between us and God. Já, þegar syndir okkar á milli okkar og Guðs. So today I'm asking you, who are you listening to? Svo ég spyr þig, hvern ertu að hlusta á? King Ahab surrounded himself with false prophets. No. King Ahab. Ahab. Yeah. Já, Ahab konungur, He surrounded himself with false prophets. Já, hann var umlukinn, hann safnaði að sér falsbámönnum. He was listening to them. Og hann hlustaði á þá. And he got himself into trouble. Og hann lenti í vandræðum, já. So today I'm asking you again, who are you listening? Svo ég spyr þig í dag á hvernig þetta hlusta. James chapter 1 verses 19. James. Jakobs brefið, fyrsti kapli og 19. vers. Jakob. Já, hann er á undan Péturi, hann er annarkvort á eftir eða undan, og sennilega er hann á undan í dag. One verses 19. 1:19. Viti bræður mínir elskaðir, hver maður skal vera fljótur til að heyra, seinn til að tala, seinn til reiði. So you should be slow to speak. Svo við ættum að vera sein að tala. And slow to become angry. Og sein til reiði. Because if you are slow to speak,
Svo ef þú ert sein til að tala, then you become slow to anger. heyrðu að ég hafði þetta í kvenkins, ef þú ert sein að tala, sorry, I want to tell you a story. og mér langar að segja ykkur sögu, When I was in Poland, þegar ég var í Pólandi, my wife was pregnant, að konan mín, hún var með barni, and we went to see the doctor, og við fórum að hitta læknin, and the doctor says that the baby should be aborted og læknirinn sagði að það ætti að taka barni, það ætti að eyða barninu. because he showed us the ultrascan, and it was only a dot. Og hann sýndi okkur sem sagt í skannanum að það var punktur þarna. So he says that by Friday, that was a Tuesday, by Friday we should abort the child. Og þetta var á þriðjudegi og hann sagði á föstudegi að þá getum við framkvæmt fóstureyðingu. And then when I heard it, I was very sad. Og þegar ég heyrði þetta þá var ég mjög hryggur. But I believed it because once when I'm back home, I remember somebody prophesied to me that I'll never give birth or I'll never get a woman pregnant. Já, það hefði verið spáð yfir mér að ég myndi aldrei eignast barn með konu. So I believed what he said. Svo ég trúði því sem hann sagði. So when I called home to my mom, Svo þegar ég hringdi heim. she reminded me that we should listen to God and Okay, not. did I get it right? The prophecy was that you would never have a child? Yes. Já, já. Spádómurinn var að hann myndi aldrei eignast barn, svo hann hringdi heim í mömmu og þau ræddu spádóminn. And she said I should pray. Og hún sagði ég ætti að biðja. And I fasted and prayed. Og ég fastaði og ég bað. And I told God that I want to have this child. Og ég sagði við Guð, ég vil eignast þetta barn. And we were getting ready to go and abort because we have to go to a special hospital. Og við vorum eiginlega búið okkur undir það að fara í þessa eyðingu vegna þess að við þurfum að fara á But I sérstakann told my wife, spítala. let's go back to the hospital, to the doctor again. Og ég sagði kona mín að förum aftur og tölum við læknirinn aftur. I want to check it again. Ég vil sem sagt að athuga þetta aftur Because God hates abortion. vegna þess að Guð hatar fóstureyðingar And I want to have this child. og ég vil eignast þetta barn. And then we went to the doctor. Svo fórum við aftur til læknisins And the doctor checked it again. og læknirinn athugaði málið aftur And there was a heartbeat. og það var hjartsláttur. The baby was breathing. Barnið var sem sagt lifandi, það var andaði And she asked, og the doctor asked, læknirinn spurði, how did this happen? hvernig gerðist þetta? And I said, there's a God I serve. Ég sagði, þetta sá Guð sem ég þjóna. So sometimes we should listen to God and not to people. Svo að stundum ættum við að hlusta á Guð en ekki menn. Because in God, all things are possible. Vegna þess að fyrir Guði allt mögulegt. I want to tell you a story of a man called Napoleon Bonaparte. Og mér langar að segja ykkur sögu af manni sem hét Napoleon Bonaparte. Yeah, he was planning to invade England. Hann var að undirbúa árás inn í England. But he was told that an American wanted to see him. En honum var sagt að það væri bandaríkjamaður sem vildi hitta hann. And he told his soldiers that, no, sorry, I can give him only 2 minutes. Og hann sagði við hermanninn að ég get aðeins gefa honum 2 mínútur. But 2 minutes was not enough for the man to explain to him how things were going to go. En 2 mínútur var ekki nóg fyrir mannin til að útskýra honum það sem hann hafði að segja. This man wanted to show him how to make sophisticated ship to invade England. The man wanted to teach him how to make a sophisticated ship. Já, að gera áætlun. Já, ok, já. Hann vildi sýna honum hvernig hann geti smíða skip til þess að komast gera innrás til Englands. But he didn't listen to him. En hann hlustaði ekki á hann. And because of this he failed. Og vegna þess þá sem sagt mistókst honum. As he listened to him, Hefði hann hlustað á hann, history would have changed. Að þá hefðu hlutir farið kannski öðru vísi. Let's read Matthew chapter 17. Og lesum Mattheus kapla 17. Verses 5. Vers 5. Mattheus 17, 5. Já. Meðan hann var enn að tala skyggði yfir þá bjartský, rödd úr skýinu sagði, þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á, hlýðið á hann. Amen. It says, this is my son whom I love. Þetta er sonur minn sem ég elska.
With him I'm well pleased. og ég er velþóknun á honum, Listen to him. hlustið á hann. So I'm asking you today, Og ég er að spyrja þig í dag, are we listening to Jesus? ert þú að hlusta á Jesú? I'm asking myself also, Ég spyr sjálf á mig einnig, am I listening to er Jesus? ég að hlusta á Jesú? This is very important. Og þetta er mjög mikilvægt. As someone said, Einhver sagði, talk and say what you know. uh, Talk and say what you already já, know. talaðu það sem þú veist nú þegar, But listen and you learn something new. en hlustaðu og þá lærir eitthvað nýtt. So it's good to listen. Svo það er gott að hlusta. Are you listening? Ert að hlusta? Let's look at Lot's wife. Lítum aðeins á konu Lots. Did he listen? Hlustaði hún? The wife didn't listen. Hún hlustaði ekki. What happened to her? Hvað gerðist? She turned into a pillar of salt. Hún var að saltstólpa. When we take a look at Elizabeth and Zachariah, Og þegar við lítum á Elisabetu og Sakaría, when the angel of God came to them and told them that she'll be pregnant, þegar engill drottins kom til hennar og sagði að hún yrði ófrísk, Zachariah never believed. þá trúði Sakaría ekki. What happened to him? Hvað gerðist? Hvað kom fyrir hann? He became blind. Hann varð, deaf. Deaf, sorry. Hann varð heyrnarlaus. Okay, I want to tell you one story also. Mállaus, hann var mállaus. Mállaus. Ég klúraði því líka. Hann var mállaus. I want to tell you a story also. Og mér langar að segja ykkur sögu. There was a president in America called Roosevelt. Það var forseti í Bandaríkjunum, Roosevelt hét hann. And he was tired of smiling and you know the usual presidential talks when presidents visited him. Og hann var orðinn þreyttur á þessu að setja alltaf upp brosið til að mæta fólki. So one evening he decided to find out whether anybody was really listening to him. Svo einhvern tímann gerði hann sér farum að koma staði hvort að einhver væri að hlusta á hann. And as each person came to him and extended a hand, Og þegar að sem sagt einhver forseti kom og rétti fram höndina, he flashed a big smile að þá sett hann stórt bros. and says, I murdered my grandmother this morning. I murdered my grandmother this morning. Og sagði, ég myrti ömmu mína í morgun. And do you know what the leaders will say? Og vitið þið hvað leiðtogarnir sögðu? That's great, Mr. President. Það var stórkortlegt, herra forseti. Some also said it was nice to meet you. Gott að hitta þig. Nobody actually listened to what he was saying. Það var í raun enginn sem hlustaði á það sem hann hafði að segja. Except one diplomat. Nema einn, diplomat. When the president told him that I murdered my grandmother this morning, Þegar að forsetinn sagði við hann að hann hefði myrt ömmu sína þennan morgun, the diplomat responded softly, þá svaraði hann mildilega, I'm sure she had it coming. ég vissum að hún átti von á því. Nei. Já, ég vissum hún átti það skil. I want to tell you a story about Ellie. Og mér langar að segja ykkur sögu af henni. Ellie was very old. Hún var mjög gömul. Eli, who had a prophet, who had a son called Eli. Okay. Eli. He heard everything what his sons were doing. Og hann heyrði allt sem synir hans voru að gera. His sons were stealing from God. Synir hans voru að stela frá Guði. They were making the church a place of prostitution. Og þeir gerðu sem sagt kirkjuna bara að vændishúsi. And Eli loved his sons more than he loved God. Og Eli elskaði syni sína meira heldur en Guð. And they kept him from listening. Og þetta kom í veg fyrir að hann hlustaði. They distracted him from his responsibility to God. Og say it again. They distracted him about they didn't allow him to know what God has for him or the plans of God. Já, þeir trufluðu áætlun Guðs fyrir Eli, eða ég. Skyldu prestsins. Ha? Þeir trufluðu hann í skyldustörfum prestsins. Já. Þannig hann prestur þarna. Like they distracted. Já, hann var prestur og þeir trufluðu skyldustörf prestsins. And Eli stopped listening to God. Og Eli hætti að hlusta á Guð. And he lost everything he had. Og hann misti allt sem hann átti. He even lost his sons and he lost his dear life. Hann misti syni sína og hann misti líf sitt. Let's look at the contrast. Og lítum á andstæðurnar.
God raised Samuel. Guð reist upp Samúel. He said, I'll raise myself a faithful priest Ég ætla að reisa upp trúfastan prest who will do according to what is in my heart or sem mind. mun gjöra eins og mér gjöra sem sagt eins og það sem ég býð honum. That God has selected Samuel instead of Eli Og Guð, hann valdi Samúel í stað Eli because Samuel was not distracted. vegna þess að Samúel, hann var ekki, það var enginn sem truflaði hann. How was he not distracted? Hvernig var hann ekki truflaður? When God called him 3 times, Þegar Guð kallaði hann 3 sinnum, he listened þá hlustaði hann and he responded. og hann brást við. So God expects you to listen. Svo Guð, hann ætlast til þess að þú hlustir. Sometimes God is talking to you, Stundum tala Guð við þig, but you refuse to listen. en þú neitar að hlusta. I had a situation. Og ég var með kringumstæður, There was this man when I was in Poland. þegar ég var í Pólandi, He was in our church, það var maður í kirkjun okkar, and our pastor used to advise him a lot because he was drinking a lot. já, og pastorinn okkar, hann reyndi að tala mikið og gefa honum ráð vegna þess að þetta var drykkjumaður, But he would never listen. en hann hlustaði aldrei. He calls him sometimes in front of us Og hann, sem sagt, stundum fyrir framan okkur, and try to advise him. að þá kallaði hann á hann og reyndi að sem sagt, tala til hans, He was sent to help, og hann sendi honum hjálp, but he wasn't listening. en hann hlustaði ekki. So one day he was crossing the street, Svo daginn okkur var hann að fara yfir götu right in front or close to the church, og fyrir framan kirkjuna, and then a car just knocked him og down, það var bíll sem að keyrði hann niður and he died. og hann dó. Sometimes it's better to listen to the men of God. Stundum betra að hlusta á mann Guðs. When you are being advised, Þegar hann gefur ráð, it's better for you to listen. þá betra að hlusta. Are you listening today? Að hlusta í dag. Let's talk about Mary and her Við skulum sister tala Maríu and her sister Martha. og Mörtu. Yeah. Now, Mary was sat at the feet listening to what the Lord was saying. María satt við fætur Jésu og hlusta á hvað hann hafði að segja. But Martha was distracted. En Marta, hún var fyrir truflun, hún lét trufla sig. So he came to Jesus and asked. Svo hún kemur til Jésu og spyr. He said, Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work? Drottin, það bara allt í lagi að systir mín lætur mig vinna öll störfin? He said, Martha, Martha, the Lord answered. Marta, Marta, svaraði drottin. You are worried and upset with many things, Þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu. but few things are needed. En það eitt sem mikilvægt. Mary has chosen what is better, María hefur valið góða hlutan. and it will not take away from Og það her. verður ekki tekið frá henni. So Jesus expects you to listen to her, Svo to him. Jésu, hann rálaði henni að hlusta. Let's go to Job chapter 33, Förum í Job, kapla 33, verse 14 and 18 to 18. vers 14 til 18. Job 33, 14 til 18. Þar segir, því að vissulega talar Guð einu sinni, já tvisvar, en menn gefa því ekki gaum. Í draumi í nætur sín, þá þungur svefnhöfgi fallin yfir mennina, á blundi á hvílubeði, opnar hann eyru mannana, innsiglar viðvörunina til þeirra, til þess að fá mannin til þess að láta af gjörðum sínum, forða manninum við dramsemi, hann hlífir sálu hans við gröfunni, lífi hans frá því að farast fyrir skotvopni. Amen. So God speaks in dreams and visions Svo Guð talar í draumum og sýnum to warn us about our wrongdoings. til þess að vara okkur við okkar eigin gjörðum. So when you dream and have visions, Svo að þegar þið dreymir og þú sér sýnir, please don't take it for granted, ekki bara taka það sem sjálfsagðan hlut, because God is trying to warn you, vegna þess að Guð, hann gæti verið að vara þig við, or God is trying to send you a message. eða Guð að senda þér skilaboð. Why do you think God gave us 2 ears and then 1 tongue? Af hverju heldur að Guð hafi gefið þér 2 eyru og bara 1 munn? Which means we still listen more than we talk. Við eigum að hlusta meira heldur en við tölum. So please listen.
Svo gerið það hlustið. I'm asking you today, are you listening? Og ég að spyrja í dag, ert að hlusta? God wants us to hear his voice. Guð vill að við heyrum röst hans. Let's go to John chapter 10 verses 27. Förum í Jóhannes 10, vers 27. Jóhannes að Guðspjall, 10. kapli og vers 7. 27. 27. Yeah, 10:27. 10:27. Þar segir, mínir sauðir heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Amen. Amen. It says the sheep hears my voice Mínir sauðir heyra raust mína and I know them og ég þekki þá and they follow me. og þeir fylgja mér. So if, I remember my grandmother has a lot of sheep Og ég man að amma, hún átti heilmikið af sauðum, kindum, and he has somebody who was taking care of them. og það var einhver sem sá kindurnar. If the sheep goes so far, Og ef að sauðirnir fóru of langt, he has a kind of whistle he uses to call them. að þá hafði hann svona flautu sem hann notaði til að kalla á þá. Now, why is the Bible saying this? Og á hverju Biblían að segja okkur þetta? Because if the sheep goes astray or goes so far away, Vegna þess að ef að sauðurinn fer afvega og of langt, it's going to be a prey for the wolves. að þá verður hann í raun og veru bráð fyrir úlfana. So God doesn't want you to go astray Og Guð vill ekki að þú farir afvega, because he knows that when you get into sin, vegna þess að hann veit að ef þú syngar, you will be lost. að þá ertu glataður. But we struggle with this because our hearts are deceitful. En hjört okkar eru svikul. This is because we hear only what we want to hear. Vegna, ofta tíðum heyrum við bara það sem við viljum heyra. And we intend to put our priorities behind that or before that. Og okkar sem sagt forgangsatriði eru fyrst. An excited little boy Og það var spenntur lítið drengur. was telling his daddy about something that had happened to him. Hann var að segja pappa frá einhverju sem hafði komið fyrir hann. His daddy said, Og pappi sagði, slow up, honey. Slow down, honey. slakaði á vinur, You are talking too fast. þú talar of hratt. The boy shot back and said, Og drengurinn hann hrópaði tilbaka, oh no, daddy. ó nei pappi, I'm not talking too fast. ég er ekki að tala of hratt. You are just listening too slowly. Þú hlustar of hægt. Are you listening? Ertu að hlusta? It pays a good dividend to listen. Það borgar sig, það er þess virði að hlusta. I want to tell you about one parable about Jesus Christ. Bara ein samlíking Jesum Krist. And it's in Matthew chapter 13, verses 19 to 21. Matteus 13. Yeah, 13. Matteus 13. 19 to 21. 19, vers 19 til 21. Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta, það sem sáð var í grýtta jörð merkir þann sem tekur orðinu með fögnuði leið og hann heyrir það, en hefur enga rótfestu, hann er kvikull, þrenging verður síðan eða ofsókn vegna orðsins, bregst hann þegar. Thank you. Now God is talking about, or Jesus is talking about 4 types of hearts. Jesús er hér að tala ferns konar hjörtu. Where we have the hardened heart. Við höfum hart hjarta. That's the hardened-hearted listener. Eða einhver, sá sem hefur hart hjarta And then we have the til að hlusta. shallow-hearted listener. Og svo þessi grunnhyggni hlustandi. And we have the clutter-hearted listener. Og svo klatter, það Like scattered, like not það disorganized. þessi sem hlustar hér og þar. And then we have the good-hearted Og listener. svo höfum við þennan sem með góð hjartaða hlustanda. Now, who is the hard-hearted listener? Hver er þessi forherti sem sagt hlustandi? When anyone hears the message about the kingdom Sá sem heyrir orðið ríkið, and does not understand it, skilur það ekki, and the evil one comes, or Satan comes to snatch og hinn vondi kemur og rænir a little piece of what is sown in him. að þessu sem sáð í hann. And it can start, before it can even start to grow or bear fruits. Og það nær ekki að
ber ávöxt. This is the kind of person who is so stubborn. Þetta einhver sem þrjóskur. And if you are stubborn, you make bad decisions. Og ef þú ert þrjóskur þá tekur þú slæmar ákvarðanir. And this is the kind of person who is so proud. Einhver sem stoltur. Sometimes we are so proud that we forget our mistakes. Stundum erum við svo stolt að við gleymum mistökum okkar. We are so proud that we refuse to listen. Og við erum svo stolt að við neitum að hlusta. Now let's talk about the shallow-hearted listener. Og þessi grunnhyggni hlustandi. This is the one who received the seed. Þetta sá sem tekur við sákorninu. But it fell on rocky places. En það fellur í grýtta jörð. This is the man who hears the word of God. Hann heyrir orð Guðs. And then receives it with joy. Og tekur því með gleði. But since it has no root, en af því að það engar rætur, it only lasts for a short time. Að þá stendur þetta bara við stutta stund. It falls away quickly. Og það hverfur skjótt. This kind of people, they are quick to believe. Svona fólk fljótt að trúa. Quick to receive. Fljótt að taka við. Quick to rejoice. Og fljótt að fagna. But they don't stay. En það varir ekki. Many people lack the staying power. Og marga vantar þennan kraft til þess að halda áfram. That's why you have people who come to church and then they go astray. They leave. Þess vegna höfum við fólk sem kemur í kirkjum stund og svo bara sjáum við ekki framar. Today I ask you, myself and you, to stay under the feet of God. En við byggjum, Guð biður mig og okkur öll að dvelja við fætur Jésu. Now let's talk about we have the cluttered-hearted one. Og sá sem hefur that's verse 22. Sá meðal þyrna. This one is the seed that falls in thorns. Hann the seed falls in thorns. Já, sæði fellur meðal þyrna. Is the man who hears the word. Hann heyrir orðið. But he worries about the worries of life. En áhyggjur lífsins. And the deceitful of wealth. Og tál auðafanna. Making this person unfruitful. Að þau gera það verkum að sæðið ber ekki ávöxt. Sometimes because we have so much, we think about money so much. Við hugsum svo mikið peninga stundum. We forget about the word of God. Að við gleymum orði Guðs. I am a victim. Og ég fórnarlamb. I was thinking about money so much. Ég hugsaði svo mikið pening. I was working from Monday to Sunday. Að ég var að vinna frá mánudegi til sunnudags. I totally forgot about God. Og ég glemdi bara Guði. I was doing my own thing. Og ég var að gera mína eigin hluti. And then life struck me so hard. Og allt í einu hitti lífið mig svo harkalega. I was very broken. Og ég bara var brotinn. I thought that was the end of mine. Og ég hélt að þetta væri bara endalokin. But I remember there was a God I serve. En þá myndist ég þess að það Guð sem ég þjóna. I started coming to church. Og ég byrjaði að koma aftur í kirkju. I started taking part in the word of God. Og ég byrjaði að taka þátt í starfi Guðs. And whilst I was doing all these, og meðan ég var að gera allt þetta, as soon as I left the church, leið og ég yfirgaf kirkjuna, I got home. Þá fór ég heim. I haven't even taken off my jacket. Og ég hafði ekki einu sinni farið úr jakkanum. I just got a call. Að þá fekk ég símtal. Are you looking for a job? Ert þú að leita vinnu? That was so strange. Þetta var svo einkennilegt. Because in those strange times, á þessum einkennilegu tímum, nobody was recruiting. Að það var enginn að ráða fólk í vinnu. But I got a call. En ég fekk símtal. Asking whether I wanted to work. Og var spurður hvort ég vildi vinna. And through me, og í gegnum mig, I was able to infect other lives. Að þá fekk ég nú ná til að hafa áhrif á aðra. To get 3 people employed. Koma 3 öðrum í vinnu. So doing the work of God, svo að vinna verk Guðs, it's very important. Að það mikilvægt. Don't just come to church. Ekki bara koma í kirkju. And leave. Og fara. Please try to do something for the church. Gerðu eitthvað fyrir kirkjuna. You can use your strength. Við getum nota kraftinn. You can come and do something for the church. Þú getur komið og gert eitthvað í kirkjunni. It's not only about us. Það ekki bara okkur. God says if you are shy in front of him, Guð segir að ef að þú ert fyrirverður fyrir hann, he would also be shy in front of you in the last days. Þá mun hann einnig fyrirverða sig fyrir þig á hinum efsta degi. So listen to God and give your life to him and
give him all your ears. Svo hlustaðu á Guð og gefðu líf þitt honum og gefðu honum bæði eyru þín. Let's look at the good-hearted listener. Og lítum nú á hina góðu jörð, eða sá sem hlustar. That's verse 23. Það vers 23. This one fell on a good soil. Þetta féll í góða jörð. This is a man who hears the word and understands it. Þetta sá sem heyrir orðið og skilur það. He produces a good crop. Og hann sá sem ber ávöxt. Yielding 100 or 60 times. Gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Let's quickly go to Revelation chapter 3 verses 20. Förum fljótt í Opinberunarbókina kafla 3 og vers 20. Opinberunarbókin 3 vers 20. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldverða með honum og hann með mér. Hallelujah. Hallelujah. He says, behold, I stand at the door and knock. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. And the very important word here is, if anyone hears my voice. Og það mikilvæga ef einhver heyrir röst mína. So God is standing at your door and knocking now. Svo Guð stendur nú við dyr þínar og knýr á. Are you ready to open for him to come in? Ertu tilbúin að opna dyrnar fyrir hann? Let's go to Ezekiel chapter 3 verses 10. Og förum í Esekiel 3 vers 10. Esekiel kapli 3 og vers 10. Hann sagði við mig, þú mannsson, hugfest þér öll orð mín, þau ég til þín tala, lát þau þér í eyrum loða. It means so you receive the word in your heart. Svo að þýðir að þú meðtekur orðið í hjarta þitt And then you hear with your ear. og heyrir með eyrunum. So we have to pay attention or close attention to the word of God. Svo við þurfum að virkilega gefa gaum að orði Guðs. So that you don't drift away from it. Svo að þú látur ekki berast frá því. I'm asking you today, are you listening? Og ég að spyrja því í dag, ert að hlusta? I want to end quickly. Og ég vil enda skjótt And to try to remind you til og minna þig á that God creates. að Guð hann skapar. God loves. Guð hann elskar. God helps. Guð hjálpar. God saves. Guð frelsar. God blesses. Guð blessar. God teaches. Guð kennir. God watches. Guð hann fylgist með. God answers. Guð svarar. God defends. Guð ver okkur. God forgives. Guð fyrirgefur. God redeems. Guð frelsar. God supports. Supports. Hann styður. God sees. Guð sér. And God cares about you and me. Og Guð ber umhyggju fyrir Thank you mér so much for og today. þér. Takk svo mikið. God bless you. Guð blessi þig. And I pray that your life will never be the same this week. Og ég bið þess að líf þitt verði ekki eins þessa viku. God bless you. Thank you. Guð blessi þig og takk fyrir. Amen. Amen. Takk Jesús. Amen, frábært orð. Og spurningin hvort við heyrðum. Og við skulum bara rísa á fætur og enda þessa samkomu. Og ég vil gefa bara tækifæri ef að þú vilt svara kallinu. Ef að Guð að tala til þín í dag, að þá tími til að svara. Ég var að hlusta á 2 frábæra Guðsmenn í gær og annar þeirra var að segja frá því hvernig Guð kallaði hann þegar hann var 14 ára gamall. Hann þjónaði Guði, hann dó núna nýlega 88 ára gamall, en Guð notaði, hann var munaðarlaus og hann var reiður innan í sér, en Guð notaði konu til þess að fá hann, sem sagt, vekja athygli hans á því að Guð væri til. Hann hafði verið í, sem sagt, gyðingaskóla, hann hafði fengið fræðsluna, en það var bara dautt, en þessi kona hún kom og hún sagði honum og sýndi honum kærleika Jesú. Og hann predikaði Guðsorð í 72 ár, þessi maður. Hann hét Maurice Rello. En hann var uppalinn á munaðarleysingja heimili og Guð sem sagt talaði til hans. Guð snerti við honum. Og ég trúi að Guð, hann hafi talað til okkar hér í dag,
Þannig að Guð, hann þráir hjartað þitt. Ég sýndi konu minni fyrir nokkrum dögum vers í orðskviðunum og ég sagði, það tala til mín á nýjan hátt. Orðið sagði, sonur minn, gefðu mér hjartað þitt. Hann vill ekki bílinn þinn, ekki fyrirtækið þitt. Hann vill ekki hæfileika þína, hann vill hjartað þitt. Hann vill hjartað þitt. Þannig ef þú vilt gefa hjartað þitt í Jesú í dag, þá það milli þín og hans. En við skulum biðja saman og nú tækifærið til að gefa Guði hjört okkar. Það styttist í endurkomu Jesú og Guð að leita að fólki sem vil þjóna honum, sem vil hlusta á hann, sem vil segja öðrum vera blessun eins og Kelvin var blessun fyrir hann. Þannig að ef að þú vilt gefa Guði hjartað þitt í dag, segðu þá við hann með mig, Drottinn Jesús, ég gef þér hjarta mitt og ég vil fylgja þér og ég vil gefast þér og ég vil hlusta á þig hvern einasta dag. Amen. Amen. Og ef þú meinar þetta á öllu hjarta, þá meinar Guð það miklu meira. Að hann tekur hjarta þitt og hann fylgir þér þar sem eftir lífs þíns. Hann sleppir aldrei af þér hendinni. Aldrei af þér hendinni. Takk Jesús. Takk Jesús. Við ætlum alveg að fara að ljúka. Ef það einhver sem vill fyrir bæn, þá vil ég bjóða þér að koma hérna fram. Og Guð, hann vill snerta þig núna. Guð læknirinn okkar. Hann hirðirinn okkar. Og hann Guð. Ef þú þarft lækningu fyrir líkamaðinn, ef þú vilt koma hérna og fá fyrir bæn eða kringumstæður sem þú vilt að við sameinumst í bæn með þér, þá viljum við biðja með þér áður en samkomunni lýkur. Amen. If anybody wants to come up for prayer, you're welcome to come. Halleluja. Takk Jesús. Guð, hann almáttugur Guð.